Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magazín. Framundan skemmtilegu þáttur. Við fylgjumst með heimsókn hóps fatlaðra einstaklinga í bílaleiguna Blue Car á Keflavíkurflugvelli, ræðum greiningu á ferðamanninum sem kemur til Íslands og fáum brot úr viðtali okkar við nýskipaðan yfirlögregluþjón lögreglunnar á Suðurnesjum. En það tæplega 40 lögregluhjóna. En við byrjum á heimsókn í eina stærstu bílaleigu landsins með vinum okkar á hæfingastöðinni í Reykjanesbæ. Þau tóku bílaþrif, olíuskipti og fleira. Það var spenna og stemning í hópi ungmennanna á hæfingarstöðinni í Reykjanesbæ þegar þeim var boðið í heimsókn til að skoða starfsemina hjá Blue Car Rental bílaleigunni við Keflavíkurflugvöll. Á hæfingarstöðinni fær fólk með fötlun ýmsa þjónustu en sinnir jafnframt ýmsum verkefnum fyrir aðila í samfélaginu. Og ég kom með PlayStation 4! Við leiðum bíla hjá okkur. Ég líka. Við skellum okkur það. Valli, viltu koma með okkur? Kíkja hans inn aftur. Já. Ekki? Leiðum bíl. Ef við leiðum bíl. 30 manns ásamt aðstoðarfólki kom og fekk að prófa ýmislegt í starfsemi Blue Car sem einn stærsta bílaleiga landsins en hjá fyrirtækinu starfa nú 80 manns. Hjá Blue Car þarf ýmislegt að gera, til dæmis að þrífa bílaleigubílana. Og svo gaman að koma í afgreiðsluna. Já, þetta tekur þú hann. Hérna, hertan. Og svo tekur tilbaka og svo... Á verkstæðinu var ýmislegt sem krakkarnir fengu að gera, skipta oljum, herða hitt og þetta og fleira skemmtilegt. Hafðu þið búin að skipta olíu á drifinu? Þetta nú ekki erfitt, það? Nei, þetta er skilsett. Hún gætir alveg gert þetta, sko. Svo tekur þið... Duska? Hvaða þýðingu hafa svona uppákomur eða heimsóknir fyrir þetta fólk? Þær hafa bara heilmikla þýðingu, alltaf gaman að gera sér dagamun og breyta til og svona ákveðin tenging við atvinnulífið. Þau hafa gaman að þessu? Algjörlega. Er það ekki Davíð? Það er bara stuð og gaman. Já, bara mjög gaman, en við bara pröfa allt. Pröfuðu þið allt? Ég pröfaði allt. Já. Það var bara öll. Það væri nú gaman að vinna hjá fyrirtækinu. Ég skal... Lakið þið að vinna þetta. Já. Er það ekki? Myndur þú ekki vilja vinna þetta? Jú. Já. Þannig að er það algengt að fyrirtæki sé að bjóða fólkinu ykkar í heimsóknir? Nei, það hefur ekki verið það. Þannig að við erum afar þakklátt fyrir þetta tækifæri að fá að koma og skoða þjónustuna. Hvað er þetta margt hjá ykkur? Þessar myndir? Já. Við erum í kringum 30 og 11 starfsmenn. Er það að fara á fleiri staði? Í dag? Nei, bara á næstunni? Nei, ekki svo við. Við erum að fara sjálf í vorferð í næstu viku. Við erum að fara að skoða Sólheima. Þannig við reynum að kíkja heimsóknir. Og aðra staði líka. Var það gaman? Og það var gaman. Er það ekki? Jú, mjög gaman. Ég bara áður á Sólheima 3 sinnum. Þetta er flott. Það er bæinn. Þetta er búið að vera frábær dagur allan það sem komið og það er smá eftir og við hæfingarþjónustan hefur náttúrulega, hæfingarstöðin hefur verið okkur tengdur svolítið lengri tíma og við munnið á nokkru verkefnum með þeim og þetta er einn liður í að gera þeim góðan dag og hafa gaman. Kynna þeim starfsemina sem ansi viðamikil hjá ykkur? Algjörlega, við skiptum þessu tvennt í dag, annars vegar móttakan og þrifin og svo hins vegar þjónustan við bílana og þau fengu að velja sjálf og völdu svona eftir sína áhuga sviði. Þannig að ég held að flestir hafa haft mjög gaman sem voru að gera. Var eitthvað vinsælla en annað hjá ykkur? Já, mér sýndist smyrja bíla, það hefur verið svona allra skemmtilegasta og þau fengu að taka mikið þátt í því. Það er náttúrulega mikilvægt að fá þetta fólk sem með skerta starfsgetu og kynna þeim svona hvernig hlutinni ganga fyrir sig út í atvinnulífinu, er það ekki? Jú, og ég held að það séu margir sem bara hreinlega viti ekki hvað er mikilvæg góð starfsemi þarna uppi í Hæfó
og mikið af flottu fólki þar og þegar maður kemur og sér hvað að gera og að vinna, það er alveg magnað. Og þetta fólk, og ég þekki marga það eru fermingarbræður hérna með mér og mikið af fólki sem er tengt mér hérna kringum þetta. Þannig að mér þykir rosalega vænt þetta verkefni og sömulegis gaman að sjá hvað krakkarnir búin að gleðast vel inn í þetta. Þannig að við getum kallað þetta samfélagslega ábyrgð hjá fyrirtækinu? Já, það er hægt að kalla þetta hvað sem er. Þetta er náttúrulega snýst það að gera þeim glaða og ef aðrir finnst það flott og fallegt og hafa gaman þá er það náttúrulega bara frábært líka. Þannig að þið eru sæl og glöð með þetta og maður sér að það eru mjög margir starfsmenn hjá ykkur sem taka þátt í þessu líka. Já, við bara lögum starfsemi hjá okkur í dag, við lokuðum öllu og allir sem vildi gátu tekið þátt. Það er náttúrulega einhverjir á vöktum hjá okkur í fríi en flestir sem voru að starfa í dag bara tóku virkilega mikið og góðan þátt í þessu og einhverja unni á hæfingarstöðin áður. Þannig að þeir þekktu alla og voru miklar hetjur í þeirra augum. Það er ekki alltaf að fara á flegi ferð í ferðamannabransanum núna eftir smá högg, nú er sumarið komið og... Það má eiginlega segja að fyrsta stóra helgi sé helgina næstu. Þannig að þetta var góð tími til að leyfa að koma og gefa þeim svolítið góðan tími að gera þessar hluti sem þeim finnst skemmtilegast. Þannig að nú er bara sumarið framundan og fullt fjör. Bjassinn? Já. Nú að gera? Hvernig eru bókanir fyrir sumarið? Það líta bara þokkal út. Smá breyting frá því fyrra en við erum bjartsýnir. 1, 2 og sís! Þetta segir blú! Blú! Einhver og blú! Eftir heimsóknir á vinnustaðana hjá Blue var haldið á skrifstofunar og þar biðu góða veitingar og Magnús Sverrir forstjóri þakkaði krökkunum fyrir daginn. Og aldrei vita við höfum eftir að gera þetta kannski aftur seinna ef þið viljið. Við sjáum til. Ég held þið viljið það. En nú ætlum við að fá okkur smá pítsu. Þannig að þið með bara fara inn í eldhús og vaðið í þetta og fá okkur að borða og að drekka. Fullt til. Ok, klart fyrir ykkur. Lífsglæði heimsborgarinn er sá sem hort er til farþeginn sem stoppar í flugstöð Leifs Eiríkssonar og kemur ekki inn í landið. Hvernig geta ferðaþjónustaðalar á Suðurnesjum náði þetta fólk og boðið þeim að skoða Reykjanesi. Við ræddum við Þuríði Brán Aradóttur, forstöðumann Markaðsstofu Reykjanes, stöðu mála í ferðaþjónustunni á Suðurnesjum. Þetta mikil skýrsla hérna en hvað leiðir hún í ljós og hvernig mun hún nýtast ferðaþjónustunni á Suðurnesjum? Nú já, það er rétt. Þetta er ansi viðamikið skýrsla. Það er tekið á mjög mörgum þáttum en þetta er meira eins konar stöðugreining á því hvernig ferðaþjónustan á svæðinu er í dag og hvert við viljum stefna með hana. Og þannig í rauninni er hún að nýtast ferðaþjónustunni að við erum búin að setja okkur ákveðir markmið. Við ætlum að verða gæða áfangastaður sem er unnin í sátt við náttúru og samfélag og síðan er kannski ákveðnir þættir teknir fram sérstaklega í skýrslunni hvernig við ætlum að ná því. Bæði hvað varðar uppbyggingu á áningastöðum, námskeið, eflingu þekkingar á svæðinu og starfsmanna í ferðaþjónustu og samgöngumála og fleiri. Þannig að það er tekið á mörgum þáttum. Þetta heitir áfangastaða áætlun Reykjanes 2018 til 2021. Eitthvað sérstakur tilgangur, við varum bara komið að því, nú þurfti að fara að gera þetta, taka vel utan þetta allt saman? Já, við erum öll, kannski höfum okkar sýn á það hvernig hlutirnir er að vera og sveitarfélögin hafa unnið mikið starf hjá sér í stefnum og öðru slíku en kannski ekki alltaf bara út frá ferðaþjónustunni. Þannig að það þurfti í rauninni á landsvísu að gera eitthvað svona samræmt átak í því að draga ferðaþjónustuna fram sérstaklega. Og það er í rauninni það sem þessar skýrslur gera og þessar áætlanir allt í kringu landið. Að þær eru að segja okkur í rauninni hvernig við viljum byggja ferðaþjónustuna á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu og hvernig við getum unnið það sameiginlega og hverjir eiga að vera að gera það. Þannig að þetta er mjög þarft plagg alls staðar en það er náttúrulega að vinnast betur. Þetta er aðeins til 3 ára þannig að í rauninni með útgáfunni núna þá erum við að segja þetta er staðan eins og hún er í dag og næsta vetur þá þurfum við að taka hann upp og segja
hvað ætlum við að gera við hana og hvernig ætlum við að í rauninni að dýpka hana og hvernig ætlum við að vinna verkefnin, hvaða verkefni ætlum við að vinna til að ná þessu markmiðum. Það er ótt að segja að ég búin að vera stór tíðindi í ferðaþjónustuna undanförnum með falli WOW og fleira. En hverjar eru svona helstu niðurstöðurnar sem að þið fáið út úr þessu? Niðurstöðurnar eru náttúrulega kannski þær að ferðaþjónustan viðamikil, hún kemur víða við, eins og segi, og það eru margir þættir sem að tryggja það að við getum orðið þessi áfangastaðar sem við viljum vera. Þetta er ekki bara markaðssetning eða uppbygging nýrra áningarstaða eða eitthvað slíkt, heldur eru margir þættir sem að þurfa að vinnast saman og þar koma að verkefni sveitarfélagana og þau verkefni sem að snúa þeim, en ekki síst kannski ábyrgð ferðaþjónustuaðilana sjálfa hvernig þeirra þáttaka og þeirra starf getur haft áhrif á svona heildarmyndina. Þannig að við erum öll í rauninni við erum öll þessi talsmaður ferðaþjónustunnar á einn eða annan hátt. Við erum talsmenn okkar svæðis. Við tölum upp svæðið eða niður svæðið eftir því hvernig okkur líður eða hvernig okkur líst á hlutina. Og með þessu þá erum við kannski að stefna öll í eina átt og erum að tala sama tungumálið í rauninni. Og það er það sem þessar skýrslur eiga að vera að gera. Það er eiga svolítið að leiðbeina okkur í þá átt. Nú hefur ferðaþjónustan stækkað gríðarlega mikið á landinu og ekki síst hér á Suðurnesjum. Það er verulega mikil munur á því hvað hún hefur að segja hér á þessu svæði eða bara segjum svona 15 ára aftur í tíman sem er ekkert langt síðan. En hversu stór er ferðaþjónustan á Suðurnesjum í dag? Nú samkvæmt rannsóknum sem voru gerðar í fyrra að þá starfa 26% atvinnustarfsemin er hvað 26% af heildaratvinnustarfsemin. Fjórði hver vinnandi maður er í ferðaþjónustu? Já. Eða tengist ferðaþjónustu? Á einn eða annan hátt. Og svo náttúrulega spurning hvernig menn skilgreina sig í hvort maður er að skilgreina sig í ferðaþjónustu. Eru veitingaaðilar allir að skilgreina sig sem ferðaþjónustuaðila eða eru þeir frekar að þjónusta hádegistrafík vinnandi manna hérna á svæðinu og kvenna. En í þessum rannsóknum náttúrulega flugstöðin hefur mjög stóran þátt í þessum heildarpakka. Bláa lónið er mjög stór þáttakandi líka. En svo erum við bara með alveg ótrúlega sterk fyrirtæki og hafa verið að byggjast upp kannski breiðari þjónusta og fjölbreyttari. En mikill hluti af okkar aðilum sem eru starfandi í ferðaþjónustusvæðinu eru litlir og meðalstórir og sem einkennir svolítið ferðaþjónustuna hjá okkur. Þannig að við þurfum að taka tillit til þess í þessari uppbyggingu sem framundan er. Einhver sérstakir veikleikar, ef við getum sagt að flugstöðin sé vissulega styrkleiki, þá hljóta að vera einhverju veikleikar líka á svæðinu. Það hefur lengi verið tala að Suðurnesjumunum hafi gengið illa að láta ferðamannin stoppa hér á svæðinu. Já. En er eitthvað annað sem að þú getur nefnt eða er það ennþá atriðið? Eða vantar fleiri, hvað ég að segja, þurfum við að vekja meiri athygli á einhverjum ferðamannastöðum eða á svæðinu eða þjónustu? Hvað er það helsta? Það eru náttúrulega, við erum með töluvert af veikleikum en á sama tíma þá eru þetta tækifæri sem við þurfum að vinna með. Flugstöðin er vissulega stór þáttur í þessu og skammt högg á milli eins og við höfum upplifað. En við þurfum að vera tilbúin að taka við svona áföllum og þannig höfum við í rauninni gert það með í rauninni að fjölga ekkjunum í körfunni. Það eru fleiri aðilar að koma inn á markaðinn. Við þurfum vissulega að ýta á markaðssetninguna og hluti af vinnunni hjá okkur var að fara í markaðsgreiningu á svæðinu og vinna að þessari staðfærslu hvað er Reykjanesið og hvernig viljum við kynna það. Og það eru þættir sem við erum að fara að kynna núna í framhaldinu. Að við eigum mikið inni. Reykjanesið er eins og
okkar mantra kemur til með að vera. Reykjanesi lífæði landsins þar sem að ægifegur fylgir hvert fótmál og það hverju orði sannara. Við erum að kynna Reykjanesi, það Reykjanesskagann og það þetta svæði með 4 sveitarfélaga. Hérna koma menn og konur, hérna koma gestirnir okkar inn til landsins og keyra í gegnum svæðið, hvort sem það stoppar í lengri eða styttri tíma. Við höfum skilgreint þennan markhóp sem viljum ná til og hér í skýrslu Íslandsstofu mjög mikið í rauninni rannsóknarvinna sem þar fór fram en við viljum ná til lífsglaða heimsborgarans sem hérna tilbúin að ferðast og vill deila hérna ferðalaginu með okkur. Við þurfum að lengja dvalartíman til þess að í rauninni að lengd dvalartíma sjá ferðamanninum gefur okkur tækifæri til þess að styrkja okkar innviði. Það að stoppi lengur en eina nótt, það gefur okkur tækifæri á að kynna honum fyrir svæðinu með betri hætti. Þessi uppbygging áningarstaða hjá okkur í rauninni að vinna að þessu markmiði. Þessi ægifegur sem ég myndist á í þessari möntru að hérna ertu, eins og við upplifum oft, ferðamönnum finnst þeir vera lendir á tunglinu. Við þurfum bara að eigna okkur það. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Geopark, jarðvangurinn Reykjanes, segðu okkur að lítið frá því. Það svona gæðastimpill sem að svæði fékk hérna fyrir 2 árum síðan. Hvaða þýðingu hefur þetta í markaðssetningunni til dæmis? Já, svæði núna, þessi 4 sveitarfélög, eru nú í dag Reykjanes UNESCO Global Geopark og það að gerast UNESCO, vera partur af þessu UNESCO verkefni náttúrulega einstakt. Það ekki nema, langar mig að segja, 130 UNESCO Geopark allt í kringum í heiminum. Það 72 hérna í Evrópu, mjög misjafnir að stærð og gerð og annað slíkt en til þess að geta orðið geopark og fengið þennan stimpil og þá þarftu að eiga eitthvað einstakt á heimsvísu. Eitthvað jarðfræðilegt fyrirbrigði sem enginn getur í rauninni sagt frá. Og það sem við höfum hér á Suðurnesjunum þetta eini staðurinn í heiminum þar sem við getum séð Miðatlantshafshrygginn koma á land og séð hvernig flekaskilin virka á mjög afmörkuðu svæði og í rauninni séð hvernig afleiðingar þess eru. Og þetta bara partur af jarðsögunni sem við erum í rauninni orðin ábyrg fyrir gagnvart heiminum og erum bara svona að fylla upp í þessi jarðsögu. Þannig að þetta eitthvað sem við getum unnið með og eigum að vera að vinna með og þetta í rauninni rauður þráðurinn í okkar markaðsstarfi að við erum UNESCO Global Geopark og með þessu erum við ekki að segja að við erum bara að kynna jarðfræðina, heldur þurfum við líka að segja frá því hvernig að búa hérna, hvernig hefur menningin og mannlífið þróast með þessu landslagi og með þessu hrjóstruga landslagi. Það alveg ástæða fyrir því að byggðin eins og hún í dag. Við erum með þessa þéttu byggðir í kringum á Suðurnesjunum. Við erum ekki með dreifða byggð og það náttúrulega landslagið gerir það að verkum. Við erum með jarðhita og svona jarðhita landslag, Gunnukver og Seltún og við erum með þessi ægilegu hraun, mismunandi gerðir hrauna í rauninni sem náttúrulega einstakt og
og við þurfum svona að segja frá því, þetta allt afleiðingar flekaskilana og afleiðingar þessara umróta sem að náttúran í rauninni bara að veita okkur og gefur okkur tækifæri til þess að deila áfram. Ekki líka talandi styrkleikana, þá kom nú góður ferðamála frömuður Ásbjörn Björgvinsson fyrir nokkrum árum síðan og var verkefnastjóri hjá okkur. Hann sem ekki hérna frá svæðinu og hefur ekki verið hér, hann talaði að einn af styrkleikunum sem að Suðurnesjamenn væru ekki alltaf átt að sjá væri nálæðin við höfuðborgina. Já. Ertu sammála því? Já, algjörlega. Þetta bæði veikleiki og styrkleiki. Það stutt í bjargir, eða sem sagt í fyrir ferðaþjónustu aðila að ná í vörur og þjónustu þangað. Það stutt fyrir gesti höfuðborgarsvæðisins að nýta okkar þjónustu. Þannig að þetta gengur í báðar áttir. Og svo kannski síðan styrkleikin sem ekki síst að hafa alþjóðaflugvöll hér á svæðinu. Gerir náttúrulega svæðið einstakt. Jú, vissulega viljum við lengja dvalartíma gestsins inn á svæðinu þannig að hann fari lengra og dvelji lengur bara innan svæðisins okkar og það sama við bara allt Ísland. Við viljum að hann fari lengra út og dvelji lengur og skilji meira eftir sig og komi aftur en innst í rauninni okkar styrkleiki náttúrulega að hafa flugvöllinn. Við höfum tækifæri á að til dæmis ná í nýjan markhóp sem eru tengifarþegarnir. Við þurfum reyndar að rannsaka þá aðeins betur hverjir þetta sem ekki að koma til landsins en koma samt í flugstöðina. Þetta þá að tala að búa til styttri ferðir fyrir þá þannig að þeir geti komið út úr flugstöðina meðan þeir bíða 5 klukkutíma, taka 2-3 tíma rúnt svæðið. Já, og þetta í rauninni næsta verkefni hjá okkur, þetta og svo líka hitt í rauninni að ná farþegum úr höfuðborgarsvæðinu eða gestum höfuðborgarsvæðisins til okkar. Þannig að það er náttúrulega mikil barátta það því að flestir fara þangað. Jú, og svo eru þessar dagsferðir í rauninni út frá höfuðborginni og eitt af því sem að hefur verið veikleiki hjá okkur að við höfum í rauninni ekki náð að kynna okkur nógu vel fyrir ferðaþjónustuaðilum á höfuðborgarsvæðinu. Það er mikil velta, starfsmannavelta og hjá sumum fyrirtækjum og það þarf oftar en ekki maður þarf alltaf að vera að endurtaka kynninguna og svona. Það eru ákveðnir staðir allt í kringum landið sem að hafa bara verið lengur í markaðssetningu ferðaþjónustufyrirtækja. Og að græða því. Og þetta gerist ekki yfir nótt. Þetta eru staðir sem eru búin að vera í rauninni markaðssettir frá 1980 og þaðan af. Við erum ekki þar. Við erum ekki komið þangað, en við erum alveg að leiðina þangað. Við erum komið til að vera og fólk farið að átta sig á því að Reykjanesið áhugaverður staður. Fyrir okkar Íslendinga þá kannski var þetta lengi vel. Það fylgdi því ekkert mikil rómantík eins og gerði áður fyrir að vera með fjöll og jökla og slegin tún. Það var það sem við vildum kynna. Reykjanesið ekki með það, en við erum með þetta hráa og hrjóstruga og samt orkumikla svæði, landslag sem að bara ef ég tek út frá sjálfum mér þá ég sveitastelpa að austan og það að vera með hraun, það var ekki landslag. Þetta svo ríkt bara í okkur og í uppeldinu að þetta sé ekki staður til að heimsækja en það eru bara kynslóðaskipti. Það bara að koma inn fólk, ungt fólk og Íslendingar sem eru að njóta Íslands. Íslendingar sem að fara út, að ganga og þá eru þeir allt í einu að uppgötva Reykjanesið sem bara frábæran útivistastað. Og það það sem við þurfum bara að halda áfram að vinna með. Hún að verða fertug og búin að vera í 20 ári í lögreglunni. Hún heitir Bjarney Annelsdóttir, nýskipuð sem yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Suðurnesjum. Hún verður gestur sjónvarps Víkurfrétta í þáttaröðinni Suður með sjó sem frumsýnd á sunnudagskvöldum. Hér kemur lítið brot úr því spjalli en Baddi, eins og hún kölluð, vill meðal annars fá fólk af erlendum uppruna í lögregluna. Nú 4. hver íbúi á Suðurnesjum, allavega í Reykjanesbæ og svipa á Suðurnesjunum öllum, útlendingur.
Hafið þið einhverja tilfinningu fyrir því, þú veist, þeir eitthvað að lenda frekar í erfiðum málum heldur en heimamenn? Nei, ekki sér í tölfræðinu. Nei. Þetta bara algjörlega í takt. Hún endurspeglast í tölfræðinu bara fjöldinn, sko. Þannig að það bara á að vera, sko. En þegar við vorum að tala um útlendingana, einhver útlendingur af þessum stóra hópi útlendingar sem búa á Suðurnesjum, einhver í lögreglunni hérna á svæðinu? Ekki, jú, við náttúrulega, það lögreglumaður upp í Flugstöð sem serba uppruna, sko, en hann náttúrulega bara Íslendingur og talar íslensku og allt það, en hefur þann bakgrunn sem bara frábært og viljum bara fjölga svoleiðis. Þú myndir vilja fá? Já, algjörlega, sko. Út af hverju? Bara endurspegla samfélagið. Já, algjörlega. Við höfum bara gott að því. Það er nauðsynlegt. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blað sem dreift í öll hús og í fyrirtæki á Suðurnesjum í hverri viku. Við erum á Víkurfrétta vefnum með nýja fréttir alla daga og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti getið séð á hringbraut.is og Víkurfrétta vefsíðunni vaff.is. Við sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.